Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, við erum hérna með tilraun í tilraunasjónvarpinu samstöðinni að okkur finnst eins og svona opinber umræða sig eitthvað eitthvað svona geld með einhverjum hætti, að fólk sé eitthvað í einhverjum hlutverkum alltaf þegar mætir inn í þessa þætti, hvað þetta heitir, Silfrið og Vikurlokin og Sprengisandur og eitthvað fleira, og við gerum það sem að franskir matreiðslumenn gera alltaf þegar þeir komast að því að þeir eru komnir í strand að fara að leita að upphafinu, leita út í hérðin, leita að maturinn sem að amma gaf mér þegar ég var lítill og allt eitthvað með meikaði sens, og við erum að þessu eins og diggir hlustendur hafa kannski átt að segja á, þá hefur fengið hérna karla sem að hittust alltaf í olísbensinstöðinni í Grindavík áður ég fór í vinnu og spjölluðu þar landsins-gagnar við sinnar. Við hefum fengið kennarastofun á Bifröst til þess að koma hingað, við erum að leita svona hópum sem að eru hérna út í samfélaginu að ræða sín á milli og aðtók hvort við getum einhvern veginn náð að endurlífga umræðinu hérna við rauðaborðið. Og nú er komið að kannski borði allra borða sem er bara eldhúsborðið í fjölskyldunni. Hér er komið fjölskylda. Hér er Helga Vala Helgadóttir, lögmaður. Og hér er dóttir hennar, Ásta Júlía Grímsdóttir og Grímur, faðir hennar, Allarsson. Já. Og þú ert körfuboltakona, eða ekki? Jeps, er ekki bara starfsheiti, körfuboltakona? Jú, það er bara starfsheiti mitt, sko. Já. Og þú ert framkvæmdastjóri í Geðhjálpar. Já. Verið velkomin. Takk fyrir. Þetta er svona milt skref að því að þið eru náttúrulega vanir álitsgjafar foreldrarnir. Já. Já. Við höfum komið hérna nokkur sinnum áður. Já, og í alls konar þætti. Jú, og Ásta er líka vön því hún er með mörg álit. Svona eftir leiki. Já, bara heima. Já, heima. Bara við á, hún hringir í okkur mjög oft með álit á ýmsum málum og þannig að það er mjög, ég hlakka til að heyra hennar álit á mörgu sem hún hefur sagt okkur. En íþróttafólk færi yfir þetta ekki annað en þetta hérna rekin upp svona mikrofón í það eftir leik og fara að segja þrjálfsendingar. Já, alltaf sé ekki svona það mesta bara. Já. Herðu en eldhúsborðið, hérna er talað um pólitík á ykkur? Ef við ekki leifa Ástu að svara þessu. Er talað um pólitík heima hjá þér? Já, það er pólitík og körfubolti held ég bara svona eina. Staðskólaveginir. Já. Bara alla ævi hefur það verið þannig held ég hjá henni. Kannski meira pólitík lengi og svo kom körfuboltinn seinna svona. Og er kvöldverðarborðið eða morgunverðurinn, er það fundatími? Já, kvöldverðarborðið, svona við erum ekki öll að vakna saman tíma, sko, þannig að kannski aðalega, og svo bara gegnum daginn, við erum með náttúrulega, sko, grúpp á Facebook, svona skilabóða sem við erum bara, og það er öll fjölskyldan að tala saman pólitík, yfirleitt. Pólitík? Já, og körfubolta. Og eru allir þáttakendur í þeirri grúppu að tala? En það smjör? Ekki allir þáttakendur, það eru svona, bróður minn er ekki alveg, hann er með okkur á, hérna, hvað segir maður, mute, þannig að hann svarar nú ekki alltaf, en annars er það við þrjú hérna, mjög dugleg. Og hvað snýst þetta? Finnst ykkur að þið verðið að taka afstöðu sameiginlega til ykkur svona mála eða er það að tala ykkur að ykkur niðurstöðu? Er það sem að Guðbergur sagði eins og gjampjúrla gjam? Nei, þú veist, við erum nefnilega, þetta eru nokkrir hópar. Já. Sko, við erum með einn hóp sem er stórfjölskyldan og það eru, eða stórfjölskyldan sko mín megin, það eru svo bræður mínir 2 og makar og öll börnin. Og þar eru held ég mjög margir með þann hóp þakkaðan. Og það er svolítið áhugaverður tími þar núna af því að við erum svo oft sammála í pólitík en núna eru forsetakosningar á næsta leiti og þar bara erum við ekki sammála. Það er sundra fjölskyldum. Það er alveg ótrúlega skemmtilegt af því að það er miklu skemmtilega í rauninni að ég hlakka mér til að þetta verður mjög sérstök kosningavaka. Þú er ekki fengið að rífast við bræðuðina bara síðan stúlka? Nei, í rauninni ekki, sko. Þannig að þetta verður, en við erum svo sem ekkert að takast á. Ég er svona að reyna að vera bara passív þannig. Að því mér finnst allt í sambandi við þessar forsetakosningar bara mjög áhugaverð stúdía, samfélagsstúdía. Og þar eru margir búin að þakka, sko. En svo erum við með aðra grúpu þar sem að sko Snærós, elsta dóttir okkar og fjölskylda og maður hennar er líka. Þar er talað mikið. Þau búi í Ungverjalandi? Þau eru í Ungverjalandi og þar er mikið talað pólitík og svo erum við með bara heima hjá okkur. Það eru sem sagt
Og það er líka ekki mikið pólitík, það er alveg körfubolti sko. Og hvað er í matinn? Já, og hvað er í matinn? Hverjir er í matinn mitt? Það er eitt svona einn fasti sem sko, ég hef talað það sem svona ákveð í tengslu með geðheilbrigðismál og svona, það er þessi fasti sem getur verið kvöldverðarboð í fjölskyldum og ef þú ert alltaf með þennan fasta, þó að það sé misjant hvort þeim í kvöld ætla ég að fara að horfa á körfuboltaleik og verði ekki heima, Helga verður að hitta vinkonu sína held ég og Ásta Júlía að fara eitthvað annað en það er gert ráð fyrir að sé samt tíminn að sé matur. Það er fundur. Já, það er bara matur og það bara er fundur matur hvernig sem og það er rosa gott og ég held að þetta sé í rauninni að ætti bara að vera með svona ég held að væri rosa mikilvægt eða væri mjög góð hugmynd ef það yrði bara svona vitundavækning þessa borðs. Kvöldverðarborðsins? Ég segi, já, þessa kvöldverðarborðsins og ef þetta væri frábært því þú nefndir Frakkland hérna. Við Ásta fórum einu sinni saman á tónlistarhaldinni í Frakklandi þar sem hún kom með mér í kvöldverð og hérna þegar hún búin að vera þar í svona 2 klukkutíma sem er ekki þá bara rétt að byrja sko þá var hún bara, hvað er í gangi þetta? Sko, það eru þetta rosa gaman að vera í svoleiðis. En Frakkarnir, þeir eiga það til nefnilega að gefa börnuna bara að borða á undan. Já. Og bara pulsur og eitthvað svona. Já. Það eru öfugt til þess eins og þegar maður fer bara til Spánar eða Ítalíu, þá eru bara börnin alltaf með. En Frakkarnir eru nefnilega, þeir eru ekki Miðjarðarhafsþjóð, þeir eru Norður-Evrópubúar og þeir gefa bara börnunum að éta undan, svo sitja þau í 4 tíma og borða góðan mat og ræða samfélagið. Ég vissi þetta ekki. Þetta vissi ég heldur ekki og þannig að þá er ég ekki að fara að tala það var mjög gott hjá Ástíðulega að segja að þetta væri hundleðilegt. Já, ég vissi alveg hvað var að gera. Við erum meiri grikkir sko. En má ég vitna kvöldverðar fundin af því að ég er alveg upp af einstæðri móður, 4 drengja og hún gerði þetta. Hún hélt okkur saman með því að fara alltaf yfir bara okkar líf við kvöldverðarborðið og það var algjör bara miðja og kjölur í okkar. Og núna í hádeginu þá borðaði ég með þessum 4 bræðrum mínum. Þannig að við höngum ennþá saman á þessu fundi sem að mamma bjó til. Þetta er gríðarlega mikið. Ég kem ekki úr svona umhverfi sko og fæði þetta svolítið svona, ég verð nú að rósa Helgu, hún kom með svona þennan fasta inn í mitt líf og ég er alveg bara, svo við okkar fasta sem er laugadagar sem er einhvern veginn líka svona, það er bara ég og hún þau sofa lengur og fyrst og þeir enski boltinn, bjór og sígarettur? Nei, við erum ekki morgunin, gott kaffi það er bara gott kaffi það er ekkert ég er nú bara orðin fínn með hann enska bolta við erum ekki með hann heima og ég horfa eiginlega bara aldrei á hann sko. Ég var svolítið mikið í honum. Ok, en það sem er rætt að þið talið svo mikið pólitík og eru pólitísk Hvað þarf maður að vera orðin svona gamal til þess að þetta ekki marka mann í þessum umræðum? Þarf maður að vera eiginlega orðin 14 og geta tekið þátt í þessu áður en þau sjá mann fóreldrarnir? Ég veit ekki hvort það sé eitthvað ákveðin aldur sko, en mér samt svona að fer eftir aftur bara svolítið í hópnum sem maður er með. Þú veist, ég finna alveg að ég þóra ekki mikið að tala, kannski þegar það eru öll stórfjölskyldan, þá er ég ekki mikið að tjá mig mínar skoðanir, en svona þegar það eru bara við, þá finnst mér aðeins auðveldara að segja bara hvað mér finnst og svona, og ég held að sé alltaf bara svolítið tekið mark á mér sko. Hvernig var þetta svona þegar þú varst lítil? Fannst þér að við hlusta á þig? Ég var að minna í þessu þá sko, og ég var kannski ekki mikið að tala um þetta og taka þátt í þessu, en ég hlusta allavega mikið og með svona mínar skoðanir mótast mjög mikið af foreldrum mínum, þannig að ég held að þú veist, það bara sitja og hlusta, læra svolítið, það er alveg ástæð fyrir ég hef mínar skoðanir í dag sko. Erum við búin að heila på þig? Já, eiginlega sko. Nei. Það er munur á því sko, ef að samtalið er svona, nú erum við bara að ræða þegar við erum að tala um samfélagsmál, þá erum við að ræða það fullir alvöru og svo bara börnin komast inn í það hægt og bítandi, eða hvort að við færum talið niður á getu og vilja þess sem minnstur er, ég veit ekki. Já, ég held samt að við nú kannski alveg í gernum tíðina við vort farið svona hringi í farið alveg niður á að vera að útskýra samfélagið, útskýra ákveðna hluti samfélagsins. Það er tala oft um ákveðna þætti sem eru kannski svolítið skrýtnir. Af því að það er mjög hollt þegar barn spyr mann að einhverju sem eru þetta bara það maður hugsa þetta er fáránlegt í rauninni. En svo útskýrir maður samt sem áður hvað það er sem liggur á baki til þess að barnið skilji sem að átta sig ekki á því akkurju eitthvað er
eins og það þú veist, eitthvað, það getur verið hvort sem það einhver andstyggð, eitthvað fólk sem að tala illum annað fólk eða eitthvað svoleiðis, en líka bara svona samfélagsgerðin, hvernig hún og hvers vegna sumir búa í Jórufellinu og eru þar kynslóð eftir kynslóð og komast ekki á vinnumarkaðin og hvað það sem veldur því, sko, það gott, börn sjá þetta oft ef þau fá aðgang að því, sko. Og svo líka þetta sem síast inn, eins og Ásta var að tala þetta bara sem að svona, þú ert kannski þögull þáttakandi framan af, en þú ert að hlusta á þetta allt saman og maður verður svo var við það einhvern veginn núna þegar að þau fara af stað sjálf að tjá sig allt milli himins og jarðar, að þau voru allan tíman að hlusta, sko, þó að en það sem að mér fannst kannski áhugavert var þegar Ásta flutti til Texas í Bandaríkjunum til að spila körfubolta og kom heim alveg bullandi pólitísk. Ég hef stundum nefnt það, mér fannst það svo áhugavert að því hún hafði róttakur vinstri maður á að vera í Ameríku. Hún hafði í rauninni ekki gefið sig svona mikið þessari pólitík áður en kom heim og var sko svona eldheitur í jafnrétti sinni og umhverfi sinni eftir að hafa lifað inn í rusl samfélaginu sem að Texas svo, hvað varst í Texas? Þegar borgirnar geta verið bara allt annað heldur en hérna dreifðu sveitir, hvað varst þú? Houston, já, og þær eru mjög ólíkar, sko, það svona Verstu bara í New York? Já, það er samt. Já, og svo var ég líka í kristnum skóla, þannig ég held að það hafi líka haft mikil áhrif, þá voru krakkarnir með kannski, þú veist, aðeins öðruvísi skoðanir líka, heldur en ég var vön. Sem reyndar, ég mér varst það svolítið gott að því að þú veist, það svona, þú veist, það voru biblíukurs sem þú þurftir að sitja, sem ég finnst í sjálf og sér ekkert, að því mér finnst, ég tala oft þetta er svo lítið andlegt allt, þá er ég að tala spiritual, ég er ekki að tala andlega heilsu, þetta er svona spiritual heimurinn, og þá erum við ekki að tala að trúabröð per se, eitthvað, en það bara, þetta er svona ekki ítt í burtu, sem svona einhverju tabú, og þú veist, þessi sko lífsspeki, guðspeki, hvað að það er ekkert hættulegt að setja sig inn í það og hlusta á þetta og einmitt að heyra hvað, þú veist, þegar Ásta fékk þær upplýsingar að hún ætti vissulega föður hér á jörðunni, en það væri annar sem væri miklu meiri og merkilegri faðir og þetta er svo, hún var svolítið svona, hann var ekki alveg hennum fast svolítið sjokkrandi en þér líka en ég finnst það bara gaman samt að sé svona mjög sjokkrandi, ég kom á fjöllum að því það vakna hausinn á menni þegar maður fer inn í svona rugglaðstað þar sem að, þú veist, samkynhneigðir ekki, þú veist, alveg með, þú veist, eitthvað og allt hjónabað, eitthvað svona þvaður eitthvað svona biblíubeltist þvaður í Bandaríkjunum en það er mjög holdt fyrir mann að fara inn í þetta og reyna svona aðeins að skilja hvað þetta fólk er að koma ég fagnaði því mjög herða þarna þetta kom hún heim alveg brjálu Já Nei, ég man líka mjög vel eftir ég var í svona alls konar áfengum og sérstaklega þar sem ég held að það hafi verið í svona kynjafræði eitthvað svoleiðis, það er svona kynjasálfræði og kennarinn var að spyrja bara nokkra spurninga og svona og hann spurði fyrst réttu pönt sem að finnst að maðurinn eigi að fá hærri laun heldur en konan, eigi að vera aðal tekju innkomin eigi að vera hjá manninum og það voru bara 90% lyftu pöntinni. Bara pretty boy choco línunni. Já, nákvæmlega og svo mitt kom líka spurning að þú veist, finnst ykkur að þið konur, sem eru konur, ætti að vera að vinna eða, þú veist, vilja vera heima og það voru mjög margir sem voru bara með það þótti að vera í háskóla, að þá var það samt bara stefnan að vera bara heima, sko, þannig að þetta var svona, ég hef aldrei heyrt þetta, sko, engar vinkonur mínar, það bara kemur ekki greina, sko. Nei, ég held að sé, sko, því við erum líka svo erum við svo dómhörð, við erum alltaf sitjum og blendum á okkar fólk sem er að lifa einhverju lífi og setjum okkur á þann stall að við auðvitað lifum miklu betra lífi. En það er bara mjög hollt að hitta þetta fólk og skilja hvað hann er að koma og kannski átt sig að þetta er ekki endilega illmenni. Þetta er bara fólk með þessar snarbrengluðu skoðanir í okkar hugarheimi. Þannig mér fannst það gott að því að heimurinn er ekki svona svart-hvítur, sko. Því miður. Já, líka kannski bara þá tekur maður afstöðu. Ég er ekki sammála þessu. Nákvæmlega. Það er eitthvað annað og maður þarf að velja hvorum einn ætla ég að vera, sko. Það er gott. Af því að óneitanlega eins og svo sem Ásta talaði hérna í byrjun litast maður svolítið af samtalinu við eldhúsborðið
þannig að hún lita svolítið af því hvaða skoðanir eru svona heima og þá svolítið holdt að stíga út öru hvoru og kíkja. Hvað þetta, af hverju ég með þessar skoðanir? Einhver? Stundum fara börnin í uppreist. Já. Og verða, dóttir mín að hóta því að ætla að gangi í Sjálfstæðisflokkinn. Hún verða stórkapitalisti. Já, því að hún fær kosningarétt eftir ár. Býtu, hún kýs fyrir þig, eða ekki? Nei, ég kýs fyrir hana. Já, ég veit að. Þetta síðasta atkvæði sem að ég fer með á kjörstað fyrir hana. Já, ég skil. Þannig að þar ert ekki með, þú ert ekki, jú, reynda með þetta svolítið svona Gunnar Thoroddsen, Kristján Eldjárn og Bjarni Jónsson og Ásgeir Ásgeirsson ennþá, þetta þannig að þetta alveg eldteikt atkvæði. Þetta eina. Já, og hvað heldur hún kjósið þá? Hún bara, þetta verið ég byrjaði 2016 og meðal annars út af þessu sem við erum að tala hér, að eiga svona eitthvað samtal við börnin samfélagið. Og þá tók hún svo mjög alvarlega og við sátum og fylgdust með kappræðum og hún las og alls konar. Svo kom tímabili sem að, jæja, Sóley mín, hvað á ég að fara að kjósa? Ég búin ákvað mig, nefnum ekki að eiga samtal við mig þetta. En núna tökur hún þetta mjög alvarlega. Og við fórum í leikhúsið á föstudaginn, svo komum við heim og þá settist við og horfðum á kappræðunar í 2,5 tíma á eftir, því hún vildi ekki missa neinu. Það eina áfallið sem ég, það ef einhverja mínu börnum myndi kjósa Framsóknarflokkinn. Framsóknarflokkinn? Ég á mjög erfitt með það, Það er svona sá flokkur sem ég held að... Þá veistu það ástæðu. Já, ég fyrir uppreist, þá veit ég hvað það gefur bara með eitt svona björnmerki. Það er svona aromat, kryddið eitthvað svona. Það var opið fyrir því að það væri annar faðir sem það væri. Það var opið fyrir því, en ekki Framsókn. En við erum nú með ráðherra í Framsóknarflokknum sem gekk með merki í barminum, aldrei kaus ég Framsókn. Já, það er rétt. Ég er þetta stutt, það er eini flokku, ég starfaði nú aðeins fyrir. Fyrsti flokkurinn sem ég starfaði fyrir var Framsóknarflokkurinn. Stýrimannaskólanum 1983 merkti ég við og fekk rækjusamlöku og kók fyrir, Þá var ég að njóstnum það merkilegt, þetta er svo magnað, og svo var leti listan til eitthvað svona útsendara Kristins Finnbogasonar sem að hringdi þá í Helguvölu, þú voru að fara að drífa það að kjósa, þú ert ekki búin að kjósa. Þetta var... En fordælarnir eru svolítið pólitískir, meira en gengur að gera þetta ekki? Jú, það held ég, já. Hvernig það? Þegar þú ert að, finnst þér stundum er þannig að það sem er svona virkt samtal á heimilinu og svona, að þá oft bara annar talsmáti á börnunum. Ljómar eins og þú sért kannski 23 árum eldri þú ert? Nei, mér finnst það ekki, en mér samt svona, ég á líka vinkonur og vini sem eru líka, mjög pólitísk og miklu pólitískar en ég, þannig að mér finnst ég aldrei eitthvað vera eldri en ég eitthvað svo leiðis. En finnst ykkur það eða hvað? Nei, kannski líka það er þannig að í þessari fjölskyldu var eitt barn sem fór mjög kröftugt inn í pólitíkina, tók svolítið svona og tók svolítið orðið kannski í pólitíkinu og líka kannski frá systkinum sínum að einhverju leyti og þau svona fóru bara pældi ekki í því, nefndi ekki að pæli í því. Það er elsta dóttir okkar, eða dóttir Snærós, stjúpdóttir mín. Og hún alltaf fóð mjög, hún var 12 ára fikk undan þá til að fara í VFG frá skrifað upp á, til skrási í flokkin. Og frá hverju með það skrifað upp á að maður megi gangi í VFG 12 ára? Foreldrum. Forráðamönnum, það er eitthvað svona, og þú veist, hún var þar og svo var hún bara, en hún líka bara svo fljótilegt með allt, þannig að hún var í rauninni bara afhuga pólitík bara skilur og komin bara í fjölmiðlun, auðvitað mjög pólitísk, en svona, þetta er svona, og ég veist að það kannski hefði litað eitthvað líka, er það ekki? Kannski líta það að mann líður ekki eins og maður sé eitthvað einmitt eldri eitthvað svoleiðis bara því að það eru bara einhverjar greinar með það sem Snærós kemur fram og hún er bara 17 ára að tala og ég bara þetta hefði aldrei getað verið ég þannig að hún er kannski það sem maður horfir á sem að undan sér og gæti verið 20 árum eldri í svona þannan hátt. En núna er eiginlega, mér finnst það það sem fólk vil tala eru bara þessar forsetakosningar það sem ég fer. Já. Það er bara það er eiginlega ekkert sem kemst annað að með þess að vext eða kannski vextin í dag svona, en það er samt það er eitthvað við þessar forsetakosningar núna sem að mér finnst að vera
það einhver meiri saga í þeim eða einhver meiri óvissa sem að veldur því að fólk getur endurist að með þetta. Það það. Og það eru svo margir þáttakendur í þessu. Það ekki bara þessir 12 frambjóðendur sem eru auðvitað hellingur. Heldur það eru svo margir aukaleikarar og bæði mennskir og stofnanir. Og það finnst mér bara mjög athyglisvert. Við höfum ekki séð það svona svakalega áður. Auðvitað mogginn alltaf með eitthvað agenda. Við vitum það bara. En þú veist, þetta samt einhvern veginn, þetta í einhverju veldi sem maður hefur ekki séð áður, sko. Hvað meinar þú, hvaða stofnanir? Ég sá bara... Já, þú veist, það eru bara fyrirtæki tekin undir, sko. Þessi búin að nota forsætisráðuneytið til þess að borga þessu fyrirtæki rosa mikið sem núna hjálpað henni í kosningabaráttu og þessi að nota Orkustofnun og hefur borgað fullt af peningum til þess að hjálpa henni að verða forseti. Og þetta bara í fjölmiðlum, bara, þú veist, dag eftir dag. Hverjir að nota stofnanirnar sínar og embætti til þess að starta kosningabaráttu. Og þetta bara, og svo fjölmiðlarnir sem eru með alls konar, og mér finnst þetta, og svo þetta núna eru komnir svona, alls konar svona vangaveltur hvort að stuðningsmanna hópur sé að vinna gegn hagsmunum frambjóðanda eða með, og allar þessar pælingar. Það miklu meira í gangi heldur en bara frambjóðandinn. Það skemmtilegt. Þú hefur náttúrulega verið kosningastjóri eitthvað. Ég á kosningastjóri Andra Snæs. Já. Og og ég verð að segja alveg svo, já, nákvæmlega það allt annar bragur á þessari baráttu heldur en þeirri baráttu. Þó að Davíð hefði verið inn í baráttunni þá bara allt annað. Þetta sko núna til dæmis að því að maður hugsar orðið í svo mörgum lögum í þessu svona skrýtna samfélagi að til dæmis ég velti fyrir mér þegar Hannes Hólmsteinn Gissurarson segist opinberlega styðja Katrínu Jakobsdóttur hvort að það sé í rauninni sko árás á Katrínu Jakobsdóttur. Hvort hún hafi fagnað, ég held ekki. Nei, ég er að spá í bara hvort að það sé lagt fram til þess að leggja stein í. Þú meinar hann sé ekki að styðja það? Nei. Alveg svo Jón Steinar þegar hann fór þarna inn í Höllu Hrund. Já. Bæði þessi, þetta er svona, þú veist alveg hvað það þýðir, þú veist alveg, Hannes er bara ágætlega klár maður og Davíð þeir hafa reynt margt í lífinu og vita nákvæmlega hvernig þetta tikkar allt saman, þó þessi svona kannski orðnir svolítið úreldir, að þetta, ég velti þessu fyrir mér, að því það var enginn að biðja hennar stuðning og ég hugsa að Katrín vilja ekki fá hennar stuðning, að það komi svona til þess í rauninni að grafa undan henni. Þetta og á þessu leveli eru við oft að tala sem auðvitað bara, maður náttúrulega verið bara alltaf því paranoid í svona samfélugum, en þetta á þessu stigi núna og það einlega miklu meira undir heldur en hefur verið lengi. Forsætisráðherra fyrirvænandi leggur þóttið bara allt undir, sko. Sitt pólitíska legacy. Sem alveg, það þetta, þú veist, maður verið að bera virðingu fyrir því. Það þetta, gerum alveg bera virðingu fyrir því, hvað sem að stendur. Ég meina að það sé svolítið svona eins og töff hjá henni að gera það. Já, það alveg töff, og því að þetta var... Ekki segja, ekki nota fleirtöluna. Ekki segja fleirtölu, þið. Þú ert bara að tala, þetta bara grímur svo. Ég það enginn sammála mér við þessu. Já, nú erum við komin inn í eldhúsborðið, sko. Þetta bara mín pæling, en mér finnst að því að, svo fer maður yfir allt í skiljur og þegar maður stendur á þessu, þegar kannski maður búin að vera víða, og þá á maður kannski 4 vini í forsetaframboði. Hvað það sko, og getur hvergi komið og sagt, ég styð þig. Ef maður segist styðja auðvitað alla, en kemur aldrei ofbelega fram að því að það ekkert hægt, sko. Þetta svo lítið samfélag. Mér finnst, ég velti fyrir mig hvað fólk ákaft í að lýsa við stuðningi. Mér finnst ég man ekki hvernig það var áður, sko. Ég sá Kári Stefánsson komið með myndband að lýsa við stuðningi. Ég veit ekki hvort Við hvern? Katrínu. Já. Áhugavert. Þú veist, ég velta ekki 4 vikur til kosningar, hvað... Þetta svona þetta rosa mikið keppni í, og skoðanakannanir og annað, þetta auðvitað mjög skoðanamyndandi. Það þegar eitthvað fer að stað, þá þetta bara verður allt, þú veist, þegar þú finnur einhvern hestur sem verður, og það eitt sem mér finnst það óþægilegt. Nú ég bara ágætlega sáttu við Guðna,
ég skal ekki tala meir. Með Guðni flottur í gær, hann mætti á Palestínu. Og hann bara mjög ánægð með Guðna T.H. Jóhannsson. Ég kann mjög vel við þann mann og en sko, hann verður forseti bara svona, þetta mjög og mikið svona, þú veist, bara svona að því svo, við breytum engu í sjálfu sko, þegar við ferum sko, það sem þetta raunverulega skiptir máli, þegar við tökum bara, þú veist, hvern okkur líður í 9,25% stýrivöxtum, 4, og svo verðbólgu upp á 6, 7, 8, 9%, að þá breytum við engu. Við erum alltaf til í eitthvað smá svona bara eitthvað svona rugl í forsetakjöri. Við höfum gert það náttúrulega í gegnum söguna. Guðni kemur þannig fram, hann bara ups og kominn, sem var kannski bara heppni, svo kemur núna Hallarhund sem að enginn vissi hver var. Þú veist, það bara svona fólk sem að liggur í einhverju samfélagsumræðu sem veit hver viðkomandi Svo hún bara þannig, það veit enginn hún og fullir virðingu, hún getur verið frábær, alveg svo Guðni var frábær, og ég bara þangað. En við gerum þetta aldrei það sem þetta skiptir raunverulegu máli, fattiði. Það sem þetta raunni dýftin, sko, hvernig verður samfélagið, erum við sátt við þetta, við refsum þarna. Það ekki? Þú vilt að við værum bara fyrir utan Seðlabankann núna í dag? Já. Þú vildi það? Já, ég myndi vilja það, nei. Já, hvað veist, Ásta býr heima, hvað kostar? Vera að auglýsa það fyrir alla. Nei, come on. Við erum ekki af peningum, þessi fjölskylda ekki af peningum, þannig að við getum ekki farið og keypt íbúður handa börnunum okkar, en þú spyrir, hvernig þessi markaður? Þú ætlar að vera í námi líka, þú ætlar að gera eitthvað, hvernig þetta auðvelt? Nei, þetta ekki auðvelt, það bara, ég held að sé nokkuð ljóst, sko, en einhverja vinkonur mínar og vinir mín búin að kaupa sér íbúð, en lang flestir búa bara ennþá heima á sér, sko. En það ekki vegna þess að sumir hafa efna meira bakland en aðrir? Mér finnst til dæmis þegar maður að tala um ungt fólk stéttaskiptingu, maður getur verið að tala við fólk sem 50 yfir það bara fattar ekki hvað það en þegar maður tala um ungt fólk á 30-aldri og 40-aldri, það veit nákvæmlega hvað það fyrir þess að sér það bara á birtast á fasteignamarkaðnum. Já, ég held sko að svona flestir sem með mitt keyptu sér svona fyrst íbúðir eru þeir sem að fá eitthvað skona aðstoð frá einhverjum og ekkert að því en mitt það bara ekki fyrir alla sko. Nei. Og þá getur maður sagt sko hver raunveruleg stað, hvar ættum við að vera, hverjum ættum við í rauninni að vera refsa eða styðja eða kjósa eða breyta. Já, ég meina, ég skil hvað þú ert að meina, en ég skil samt ekki alveg hvað þetta kemur við forsetakosningarnar að öðru leyti en því að við erum bara rosalega til í oft bara eitthvað svona nýtt eitthvað og skoðanakannanir auðvitað hafa mjög mikil áhrif og maður sá í rauninni og sér ennþá að það eru margir sem einhvern veginn mörgum finnst alveg fáránlegt að labba úr forsetarsæðundinu og í forsetaframbúð. Það virðist, þú veist, einhvern veginn mörgum finnast það skrítið og þá einhvern veginn er bara hoppað á þennan sem að er líklegust núna til þess að fellan eða eitthvað, ég veit ekki hvað. Ég held að það sé kannski hluti. Að hluta til, en sko. En ég held að það sé varðandi Katrínu, þá mörgum sem finnst þetta ekki hægt. Mörgum finnst að forsetinni ekki að vera hluti af svona stjórnkerfinu sem við erum óánægð með. Það eru bara 30% sem styðja þessa ríkisstjórn og bara 20% sem eru ánægð með Alþingi og þannig að við erum bara óánægð með þessa drulluklessu sem sko þessi pólitík Þannig að mörgum finnst það bara absúrt að forsetinn komi þaðan. Mörgum finnst að hún hafi svikið sína kjósendur og eitthvað fleira og það sé bara absúrt að henni sé lyft upp. Við sáum það líka í könnunum áður en að þegar spurt traust á ráðurum að þá fær hún eitthvað 32% sem að bera traust til hennar, 45% sem að bera ekki traust til hennar. Og ég held að sé bara ótrúlega töff að fara í einhverja kosningu með það á móti sér sko. Því að þóttu eigir þessi 30 þá hvað ætlar að gera það með 40% á móti þér sko. Það getur orðið helvíti erfið og löng barátta. Ég held þetta hafi teiknast öðruvísu upp en svona hún og hennar fólk hélt sko. Ég heldur að við reiknað með að koma ofar inn sko. Já, ég held það. Ég held að þessi staða sem núna uppi
hafi komið öllum verulega óvart. Ég held að búist við því að Bjarni Benediktsson er fósturráðherra. Ég held að það hafi komið hennilega óvart. Ég held að því það spilar mjög stóran, ég held að spili mjög stórt hlutverk í því, sko, hvað múrin varð í rauninni brattari, af því að hann Sigurður Ingi svona þessi, þú veist, það svona miklu minni ógn í honum og það náttúrulega Bjarni með þessa sögu og þetta, þau búin að vera saman í ríkisstjórnin, Bjarni með þessa sögu sem skil, hann nýbúin að röklast úr einu ráðherraembætti vegna, sko, hann endalaust einhvern veginn tengdur, það vildi enginn fá hann sem forsætisráðherra nema örfáðu sjálfstæðismenn. 78% vildi það bara alls ekki. Já, og það allt annað heldur en Sigurður Ingi og ef að Sigurður Ingi hefði komið, það hefði verið miklu meiri, þú veist, þetta byrjar bara svo illa því að VG, þú veist, fór í þetta samstarf og gera það tvísvar og svo hérna fiskveiðistjórnarkerfið, það allt í eins og það og svo lagar frumvarpið, þetta allt núna á móti í raun þessum gildum VG og svo bara kemur hann hlæjandi þarna, sko. Ég held að það hefði haft mikið að segja líka. En það sem ég vildi segja bara ég var bara að meina, mér finnst það magna að við erum alltaf tilbúin að taka sénsinn þarna eða breyta þarna eða refsa þarna. Við refsum miklu minna, við refsum þetta vinstra fólki mjög mikið, við erum mjög, þú veist, Samfylkingi væri 5% og VG núna fara þarna bara í þetta, Framsóknarflokkurinn hefur farið í svona, en við refsum aldrei þessum, sko, þú veist, sem raunverulega fara með völdin. Það er bara hvað fjármálaráðandi búið að lengi í sjálfstæðisflokknum og dómsmálaráðandi, ég minna skiljiði, það bara byrja svona, en nú ætla ég að þegja. Og hvað ástæð, þetta kostingar snúa svolítið Katrínu Jakobsdóttur? Já, mér finnst allan svona, það sem talað heima og líka bara í mínum nánasta vinahóp svolítið með þetta bara svona að, þú veist, einhverjir, alveg 100% einhverjir sem að styðja hana og svo einhverjir sem ætla mitt kannski að nota þessa taktík að kjósa hann sem næstur henni til að hún verði ekki forseti, sko. Kjósaði ekki Trump. Já, svolítið þannig. Biden náði kjörið með því að vera ekki Trump. Nefnilega, já, svolítið þannig. Þannig að Halla Hrund gæti orðið forseti við því að hún ekki Katrín. Allavega, sko, þú veist, ég þekki fólk sem með mig, þú veist, styður hana og mjög flott, en svo líka, þú veist, svona nálægt mér kannski frekar þá til að Katrín verði ekki. Það eitthvað í þessum kosningabaratu þar sem að maður svona, mann stilt upp, að maður þarf að taka afstöð til Katrín Jakobsdóttur. Nei ekki, það svona eina spurningunum sem maður þarf að svara. Finnst þér eðlilegt að Katrín Jakobsdóttir verið forseti? Það eiginlega fyrsta spurningi sem í þessu. Alveg ótvírætt, sko. Og það alveg eðlilegt að það sé því að hún auðvitað eina manneskjan sem að fólk hefur fyrirfram einhverja skoðun á. Fyrir auðvitað kannski Ásdísi Rán sem auðvitað stál senunni í kappræðunum á föstudagskvöldið. Við með þetta því þið fóruð í leikhúsið, við byrjuðum á því að horfa á körfuboltaleik og horfðu svo á kappræðurnar. Já, vorum með kappræðurnar í eyranu og leikinn á í skjánum, augunum. sko, já, þannig. Það var þannig. Það eiginlega lýsið í hvað þessi fjölskylda getur. Þetta var margur þess að verða normal. Og við vorum sko standar og við vorum þar að auki sko í Budapest. Þetta mjög dæmigert fyrir okkur, en þú veist, en ég menna svo auðvitað, sko, þetta svona, en eins og þú segir, það eru 4 vikur í þessar kosningar, þannig að við vitum auðvitað ekkert hvað gerist. Núna eru bara spjótin á milli Katrínar hersins og Hölluhers og sko, getur verið að Baldur rísi, getur verið að Jón Gnarr fljúi, samfélagsmiðla búblan mín eftir þessar kappræði voru sko, voru rosa margir allt í einu ánægði með Höllu Tómasdóttur sem hefur eiginlega ekkert verið að mælast núna lengi eftir kappræðunar. Eftir kappræðunar, fyrir utan auðvitað hvað fólk var ánægt með Ásdísi og Viktor og Steinu og svona, en þannig að Það auðvitað það, þegar maður hlustar eins og núna, þá kannski það sem svona mesta dýftin, svona mörgu leyti það sem Steina segir, sko, að koma með. Það er svona mestu svona, þar eru pólarnir. Svona skýrasta erindi, sko, og Afhverjast í framboði, það eiginlega ljóst með Steinunni. Já, og það mjög erfitt með Jón Gnarr til dæmis. Já. Afhverjast hann í framboði. En sko, svo veit maður þessari Jón... Hrund. Já. Mér finnst það líka ég veit ekkert mér finnst það svona, og ég á nú svo bara erfitt með þessa þjóðverðni svona þetta, þú veist, þegar fólk fer eitthvað
út í sveit og svona einhvern veginn að stilla sér upp og mér finnst svona merkingin, svona, þú veist, svona táknin, þau hræða mig, sko, því ég svo hræddur við þjóðernis eitthvað, en mér langaði með Ásta Júlía, sko, hefur, sko, greint þetta svolítið fyrir mig, því ég á, þegar tala við, sko, hvernig þau koma fram að því þau nota, þau fara, þau eru fín hérna á svona miðlum, svo koma TikTok miðlarnir, sko, og þar finnst mér greining Ásta Júlía alltaf best. Já, mér finnst bara svona, ég held að svo lítið svolítið fyrir mig, sko, bara svona, ég vil hafa eitthvað sem er einlægan. Ég held að það sé svona skiptið mér mestu máli og að þegar við tölum Guðna á þann, ég dýrka Guðna, mér finnst hann frábær og mér finnst hann mjög einlægur og ég vil að forsetið sé einlægur og mér finnst það svolítið birta stundum á TikTok, bara svona alls konar myndbönd, það sem ég bara, þetta er ekki alveg einlægt. Já, svolítið. Er ekki erfitt að vera einlægur á TikTok? Kannski er það mjög erfitt einmitt, en mér finnst það bara svona, þú ert kannski að þykjast að reyna að vera eitthvað sem þú ert ekki. Eins og? Bara alls konar, þú ert kannski að reyna að höfða til unga fólksins, þú veist, ég ætla ekki að vera eitthvað endilega að tala einhvern veginn eða eitthvað svoleiðis, en hérna að reyna að höfða til unga fólksins með því að gera eitthvað sniðugt og svona sem mér finnst bara ekkert sniðugt, að það kemur svolítið svona illa út eða svona, en alls ekki allir en já, það er svona svolítið það sem að svona nokkrir hafa mist smá roxi hjá mér allan með að vera svolítið ekki kjánalegir, bara svona ekki eins einlægur ég myndi vilja út af TikTok. Það er stór hættulegt fyrir fólk sem ekki er ungt að skora stig. Já, það er erfitt, sko. En líkundur að þú skjóti framjá eru bara töluverðar. Já, en þú veist, ég held að sé, einmitt, þú þarft í rauninni ekki að þykjast vera neitt sem þú ert ekki, ég held að það sé svona aðalega það, að vera eitthvað að reyna að tala úlingamálinu einmitt, af því að þú heldur að úlingar, ég veit ekki hvort að þú veist, náttúrulega þegar þú ert orðin 18 ára kannski ekkert ennþá úlingur þannig, þú ert að hugsa og það þarf ekki að tala við mann eins og maður sé bara krakki til að maður fara að kjósa hann, sko. Ég held að það sé svolítið það. Mér finnst þetta líka, sko, svo hérna kom fram í kappræðunum, það var ein mannskja sem að í rauninni var að byrja, ég held að það kom fram þar, eða aðeins áður, sem var að byrja á Facebook núna. Það var hún Helga Þórisdóttir sem var framkvæmdastjóri, eða forstjóri fyrir persónuverndar, já. Taldi sig ekki geta verið á samfélagsmiðlum út á starfið sínu. Og það er, reyndar, við getum alveg talað eins það, en þú veist, það er mjög erfitt að ætla að fara að tileinka sér allt þetta umhverfi sem að er svona rosalega mikill fjölmiðill. TikTok, YouTube, sem er auðvitað aðeins annað, af því það er bara myndbönd. Og Snap líka. Og Twitter eða X. Nei, það er ekki margir að nota Snap. Þú veist, og allt þetta, og Facebook. Útbreiðslan gríðarleg, áhrifamátturinn mikill. Og þá er mjög erfitt að ætla á 4 vikum að tileinka sér þennan miðil. Já, því þetta er kultúr þarna inni og þú lappar ekki þarna inni. Það er bara þannig. Þú verður að vita sko, hvaða tungumál þú átt að tala og svolítið svo að sagði ekki koma að tala við okkur eins og við séum vilsingar, þú veist, það er ekki töff. Mér finnst þessi orðað, mér finnst lýsingin hjá Ástu með þetta, mér finnst það vera svipað inn á svona hjúkunarheimilum. Það sem er, þú veist, þegar þú kemur á hjúkunarheimili þá er alltaf að tala við eins og barn, jæja Gunnar Smári minn, má ekki færa þér eitthvað, þú veist, bara, viltu ekki, þetta Smári, má ekki bæða kaffi, þú veist, það vantar þetta og þetta kemur þarna, það er einhvern veginn faraður í eitthvað hlutverk, bara svona eru hræddir við þetta og ég held að ættu bara að fara rólega þetta, ég byrja láta það vera sko og vera ekki að búa til, það er líka það, við tókum nú eftir því og ég sem ekki nefna en það var sem að sáalegu, það bara búið að búa til eitthvað aðstæður. Það sem eitthvað barn spurði eitthvað og svona. Það var ekki gott. Það var viðbröðin svo tannbílu. Það er svona það er þessi vídeo sem eru ekki, eða myndbönd sem eru ekki máli, en svo er alveg önnur myndbönd sem eru flott og eru kannski bara svona aðalega til að kynna frambjóðendur og alls konar svona og þá eru það myndbönd sem að gætu líka verið á Facebook og alls konar, þau eru mjög flott, þú veist, og það eru margir sem eru að leggja sér mikið fram, búin að ráða inn eitthvað svona samfélagsmiðla stjóra, mjög margir mitt og þá er það bara mjög einlægt og ekkert, það er ekki búið að setja upp neina aðstæður sem að ekkert að gerast. En nú er þetta skipt náttúrulega, það er hópur hérna inni sem er með bara einhverja maskínur
eru með bara þaulvana kosningastjóra og auglýsingastofu sem að hanna allt í drasl. Svo eru aðrir sem að gera þetta bara úr þú nefndir Steinunni Ólínu, hún bara gerir þetta bara úr við morgunverðarborðið. Já, hún er með Rúfus sem kosningastjóra, köttin Rúfus. Og það á líklega við fleiri sem að... Já. Það er alveg á hreinu, þú veist, og svo er þetta náttúrulega líka, svo er þetta svona skemmtanagildi, maður getur nú ekki, það verður ekki tekið af Ástóri, hann er í rauninni þrátt fyrir þessi deprimerandi myndbönd sem, sko, að þá er þetta náttúrulega stórkostlega skemmtilegt. Þú veist, og haffa þú veist, og allt, þetta er allt á jaðrinum, en þetta, þú veist, hann er auðvitað, maður myndi pínu sakna þess því hann er búin að vera þarna síðan hvað 96. Þetta væri besta svona raunveruleika sjónvarpið, kosningaskrifstofa Ástórs, Haffi Haff og... Já, það er þannig, sko, það er eitthvað svona því svo að klifið, þú veist, að mynda af þessum rafmagnsbíl þarna og hann búin að fótósjópa sig inn og það var ekki gert, maður sá að þetta var ekki gert, þú veist, Stefán Snær vinur minn, hann var ekki að gera þetta, það var, hann sjálfur klippti sig bara út dagblæði og setti svona línd inn. Þetta er orginal. Já, algjörlega. Og það eru auðvitað skemmtir, það er sjarmerandi. En svo kemur alltaf þetta, hvað vitlis er þetta? Ég meina lýðræðið, þú veist, þetta er óþolandi, allt og margir í framboði, en svona er lýðræðið. Það mega allir sem eru orðin 35 ára bjóða sig fram. Auðvitað er þetta flókið að sumir eru atvinnumenn í þessu og með fullt af atvinnumönnum í þessu og aðrir eru ekki í rauninni framboði með neinar væntingar að enda Bessastöðum. Það ég myndi halda að væru alveg helmingurinn sem mun eyða 50, 60, 70 milljónum. Það aðrir eyða kannski bara 750 skali. Já, en svo var það líka það sem var þarna í þessum kappræðum að það var í rauninni bara einn frambjóðandi sem að svara þeirri spurningu heiðarlega af einhverju viti og það var Baldur. Hann sagði bara, við erum með fjárhagsáætlun sem er svona og ég vona við stöndum við það og það er 20 milljónir og við gerum ráð fyrir því. Aðrir voru bara eins og milljónatugir skipti þá ekki máli, sko. Mér fannst það líka svona óábyrgt í rauninni. Á hvað stað ertu þegar þér kemur ekki við hvað aðrir eru að safna fyrir þig prívat og persónulega í þínu ambisjón. Þú trúið ekki? Nei, þú trúið að æskulu gjöfgjalda? Mér finnst það bara skrítið. Skrítast að frétti sem ég sé tengst þessu var fréttum að Jóngnar og Hallarhund væru á bílum frá Brimborg. Það fengið lánaða bíla sem var skrítið. En skrítnar fannst mér að það var myndir af þeim þar sem stiltu sér upp eins og þau varu að auglýsa bílan. Ég held að þau myndu þurfa að setja þetta bara inn í hagsmunaskrá ef þau væru þingmenn til dæmis. Þarna var talað um þetta bara mikið til léttus. Þau verða að gefa þetta upp, sko. Þetta var talað um þetta mikið til léttus. Já, Ríkisendurskoðun mun óska eftir að þetta verði inn í kostnaði. Þetta er kostnað, þetta er styrkur, sko. En það verður þetta... Og er bara ég held að reyndar að það hafa verið, þú veist, þessi bílaumboð voru að styrkja hafa verið í þessu, sko, gennu tíðina, sko. Og í þessum kostningum, öllum alþingiskostningunum, það er verið að keyra hérna og það er alls konar bílar. Þetta er náttúrulega alls konar skiptidílar. Já. Er það eitt með forstakosningarnar? Því að gamla tala þér. Þetta er pólitík. En samt er þetta svona frekar lítil pólitík, en svolítið mikið persónur. Öfugt að ég býstu að ef þið væri að tala um húsnæðismál og svona, þá væri það að tala 98% pólitík, 2% persónur. Og snýst þetta allt hérna við. Og stundum finnst manni svona, mér finnst ekki alltaf gaman að tala um persónur, sko. Ég er ekki góður í það svona að vera að lesa að einhversi svona þegar maður svona eða... En í forstakostingunum þá er eiginlega aðalrétturinn, forréttur aðalréttur og desentin eru persónur. Já. Og nú spyr ég til þess að ég ætla að spyrja dóttur mína því kannski, veist, hvað finnst þér, þegar maður hugsa um þetta, hvað finnst þér eins og völd forseta með það sem þið tala? Þú veist, eins og þið tala. Finnst þér völdin þeirra að þið séu með mikil völd þegar þið verða forsetar, eins og þið tala? Eins og þeir tala? Já, eins og þeir tala, eins og þið talað eins og þið verða þetta talað alls konar mál. Já, mér finnst þau tala eins og það hafi í rauninni meiri völd en þau myndu hafa, ef fattiði mig. Sérstaklega í kappræðunum, ég ástu alveg vera bara
rosa mikið að tala mörg stefnumál og hvað þau vildi gera og allt þetta og svo margt sem ég mitt var bara á, þú veist, ég held að þetta mun aldrei fara í gegn, eða skiljiði mig, þannig að já, þau tala eins og völdin séu meiri heldur en þau eru, sko. Þetta einmitt að það verið að tala, það verið að blanda saman svona einmitt þessu, þetta einmitt bara persónukjör það hver verður húsbóndi eða Freyja á Bessastöðum. Samt ekki, þegar sumir að bjóða sér fram og ég talaði við Eirík Inga, hann sagðist alltaf að leysa upp ríkisstjórnina 1. ágúst ef hann forseti. Arnar Þór líka. Það er hann að leysa upp ríkisstjórnina 1. janúar? Nei, ekki ríkisstjórnina, en ég meina hann að tala bara, hann í frambóði út af fullveldi og sér ekki fram á að hann vill uppræta allt sem heitir bókun 35 og alls konar svona. Ekki skrifa til einu lög sem koma frá Brussel? Já. Ég meina, það er mjög athyglisvert. Ég meina, hann þekkir þetta. Ég meina, hann hefur hangið í háskóla árum saman og veit út af hvernig þetta er. Mennur hann séttalega þvert gegn það sem hann veit að það er satt? Já, ég meina, hann veit alveg hvert hlutverk og hvar valdmörk forsetans liggja. Er það ekki? Ég myndi halda það. Ég meina, ætlum við að hafa það þannig að við kjósum til þings á cirka 4 ára fresti, einhverja 63 sem að við felum að fari með löggjafarvald og hlutið þeirra með framkvæmdarvald að auki og svo erum við með forseta sem við kjósum líka á 4 ára fresti og hann getur bara annúlerað allt sem kemur frá Alþingi. Finnst okkur það í alvöru eðlilegt? Ef maður pælir í því. Þú veist, við erum með synjunarvald forseta sem var talið dauður bókstafur þá til Ólafur Ragnar neitaði að skrifa undir fjölmiðlalögin eða frumvarpið, lögin og nú finnst mér einhvern veginn eins og þetta sé bara einhver relevant spurning í umræðuþáttum. Hvað ætlar þú að neita að skrifa undir mikið af lögum sem koma frá Alþingi? Já, ég meina og þetta er bara eitthvað svona sem allir verða að svara en ef að það væri þetta en ef að við verum að tala um lausagöngu katta ætlar þá að skrifa undir það mér finnst þetta eitthvað neinn maður bara til hvers erum við þá með Alþingi ef að forsetinn ætlar bara að gera þetta allt saman þetta er orðið eitthvað bara rosa skrítið og ég held að þetta sé kannski eitthvað sem að í rauninni þessir sem að hafa nú verið staðið hvað mest í veginu fyrir því að ný stjórnarskrá taki gildi hér á Íslandi og við fáum nýja stjórnarskrá að þeir eru kannski að því það er í svona kosningu sem er svona 12 frambjóðendur að þá ert ekki alveg viss eins og þú hafa alltaf verið hver það er sem þú færð upp úr kassanum og endanum það er alveg, þú veist, það er svona meira þú veist, þetta liggur ekki, þetta er ekki bara Kristján Eldjárn eða Gunnar Thoroddsen svo veistu þetta er allt í lagi, sko, fattaru svo ertu, eða Albert Guðmundsson, Pétur Thorsteinsson og Guðlaugur Þorvaldsson og Vigdís Finnbogadóttir, þetta er allt í lagi núna er það bara alls konar fólk hvað er ekki í lagi? Nei, ég er að segja, sko, fyrir valdið ég er að segja fyrir þá sem ráða að þú getur fengið það eru bara þó nokkur af það sem er að bjóða sér fram gegn valdinu sem er og þau líta á það gegn þingræðinu þau sem myndu segja eitthvað inn í þáveruna við erum bara lent með þingræðið í bara ógöngum þar inni er bara eitthvað ráðherraræði og framkvæmdarvaldið hefur þingið undir hælnum og ég ætla að bjóða mig fram og ég ætla að hrista upp í þessu það er enda mjög gott að því að við erum þetta vand Íslands er náttúrulega fyrst og fremst að þetta er einskipa stjórnvald sem er að það eru ráðherrar sem ráða í og það er ekkert borð eins og kom nú fram í þessum landsdómsmálinu landsréttamálinu að þá kemur þetta í ljós hvað þetta er landsdómsmálið landsdómsmálið og Geir og þú veist, auðvitað ætti ríkisstjórn að bera kollektífa ábyrgð á hlutum og þannig þá yrði þetta svolítið kannski eins og sivilæst samfélag að það er ekki bara, nei, þetta er bara fyrirgjöð ég ber ekki ábyrgð á þessu, ég er bara forsætisráðherra og það sem að innviðaráðherrann að gera eða dómsmálaráðherrann gera, það varða mig ekki og þetta er auðvitað það sem er og ég skil vel, en ég er að segja með valdið, þá er ég að tala um að ég held að það svitti margir að því það er náttúrulega búin að nota þetta, hann kveikti bara á þessan Ólafur og
og eins og Helga var að benda á hérna að það þetta fósiti getur bara bara sett ný lög sko. Það ennþá, það aldrei verið gert en það samt alveg jafn. Já, ég meina hann getur líka bara ákveðið að saksókn falli niður á einhvern ákveðin. Meinar að fórstu geti setja heima á sér, skrifa ný lög, skrifa undir þau og eru þá lög? Já, hann getur gert það, hann getur sett bráðabirgðalög, en hann getur líka tekið ákvörðun að saksókn falli niður á einhvern ákveðin einstakling. Að ákveðin lög bara eigi ekki við þig núna. Það búið að gefa út ákæru og hendur þér og þá getur Guðni T.H. Jóhannsson núna sagt bara nei, Smári, hann nú svolítið gúti gæi. Ég bara hef tekið ákvörðun það, gjört á Bessastöðum 8. Maí að saksókn falli niður. Bandaríkjana hafi Nei, menn að fórseti Bandaríkjana, já, en þetta í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. En Bandaríkjamenn hafi þetta og hafa haft þetta lengi. Já, við erum auðvitað búin að vera með náðunina, svo sem, og það svona auka, en sem hefur lítið verið nótu. Ég man að Kristján Eldjárn, hann náðaði landhelgisbrjóta, en ég man ekki hvað aðrir hafa náðað. En það var hefð þegar að var komið nýr forseti, að hann náðaði einhverja. En þetta einhvern veginn. Það náttúrulega. Ég meina, við getum alveg fengið forseta næst sem að tekur bara ákvörðun að virkja þetta. Alveg eins og Ólafur Ragnar virkjaði neitunarvaldið. Hann var þó Ólafur Ragnar búinn að kenna það í stjórnmálafræðinni að þetta væri dauður bókstaf. Þetta lýsir þetta Ólafi mjög vel. En Ásta, finnst þér að þau séu að halda því fram að þau hafi eitthvað vald sem þau hafi ekki? Eða eru þau ekki bara að bjóða sér fram að segja ég ætla að taka meira vald, það skekkja í íslensku samfélagi, það á að vera þrískipting valdsins, dómsvald og framkvæmdavald og löggjafarvald og forsetinn hluti af framkvæmdavaldinu og ég vil gera eitthvað sem að veldur því að þetta samkrull ríkisstjórnar og alþingis hafi minna vægi, það kemur ekki almanna vilji út úr þessu og ég ætla að breyta hér aðeins til þess að bæta Íslands samfélag með því að auka völd forsetans. Er þetta ekki lógísk afstaða frambjóðenda? Jú, eða þú veist, mér finnst alltaf í kappræðunum, ef við tölum aftur þær, að þá náttúrulega voru tveir sem að bara gáfu upp tölu að prósentu ef 10% var það Viktor sem með 10% eða Ásdís 10 og Viktor 15 eða eitthvað. Viktor var með 10, ég man eftir því að segja það. Já, 10%. Því það í nýju stjórnarskránni. Já, 10% að þá myndi hann alltaf vísaði til þjóðaratkvæðagreiðslu. En þá vorum þetta því að fyrst að þú sagðir að það væri hægt að búa til lög, að hann geti búið til bráðabirgðalög sjálfur bara. Þú veist, myndi hann þurfa að vísa því til þjóðaratkvæðagreiðslu eða er það bara lög? Nei, en bráðabirgðalög eru reyndar með því formerki að Alþingi þarf að staðfesta þau við fyrsta mögulega tækifæri. Já. Þannig að hann væri að setja bráðabirgðalög einhvern tíma þegar Alþingi er ekki að störfum, einhvern tíma þegar það er sumafrí eða jólfrí. Svona Jörundur 100 daga konungur. Og þá getur hann að tekja bara ákvörðun að setja bara einhver lög, ég meina, hann getur sett bara verkfall á Þeir eru ekki sammála því sem 10% er svolítið láttala? Nei. Ekki að það er þjóðaratkvæði, svo það eru náttúrulega á meirihlutanum þar. Þá kemur, ég held að það sé reyndar bara mjög góð, það er þetta í stjórnarskránni nýju, það er gott ef þú veist, ef maður komið 10%, þú veist, það er þá 30.000 manns. Hvernig mælur það í skoðanum? Bara inn á Ísland.is sem að krefjast þess. Já, bara svona svo undirskriftarlisti. Eins og með Bjarna Ben, það eru hvað margir 50.000 sem vildu ekki hans sem forsætisráðherra. En hvernig geti forsetinn núna, ef að við tölum þetta, voru 50.000 sem skrifu undir hann getur ekki gert því. Hann getur ekki gert því, þannig að það þurfti alltaf bara að vera einhver lög. Já, en svo eigum að halda að tala um stjórnarskránna. Bráðabirgðalögin þá eða? Hvað getur hann gert? Hann getur, já. Nei, hann getur bara sett bráðabirgðalög. Hann þarf ekki að vera með ráðherra. Hann gæti sett bráðabirgðalög og sagt að þessi maður getur ekki verið forsætisráðherra. Það er bráðabirgðalög og ég ætla að vísa og svo að því vísa til þjóðarinnar. Eiríkur Ingi, sem er rafvirki og sjómaður, heimtur og helju. Hann sagði alltaf að boða til ríkisráðsfundar og vísa þessum mönnum út úr ríkisráði. Já. Því að ríkisstjórn var ekki til, en það myndi vísa út úr ríkisráði. Það myndi taka af þeim
gefa síðan þingflokkurum eitthvað svona umsóknum tíma í 1-2 vikur til þess að svona sætta sig við breytt valdarhlutur í íslensku samfélagi og svo myndi hann skipa nýja ríkisstjórn. Og þá gæti þingi komið saman og sagt ef að 2/3 hluta þingmanna vilja setja forstana af, að þá verða að vera atkvæðagreiðsla og þá mun það bara komið ljós hvort samfélagi vilji hans leið eða þingsins og annarkvort vinnur hann eða þingið. Ef að þingið tapar þá verður að kjósa til nýtt þing, ef hann tapar þá verður bara að kjósa nýja forsta og er þetta ekki bara fínt? Þetta er ákveð Þetta er ákveð pönk í þessu. Hann reyndar er ekki mikið fylgi samt sem aður þrátt fyrir þetta, en þetta er auðvitað það er samt alveg rétt sko, því að hitt eru þetta, þú veist, þegar við erum að skoða hver að bjóða sig fram, þeir eru með þarna, eins og þú segir, 50, 60, 70 milljónir á bakvið sig til þess að verða forseti sem að og sinnir, þú veist, þessu hlutverki sem mjög passíft í sjálfu sér, að vera bara þarna á Bessastöðum og gegnirunni, þú veist, stjórnarmynduna viðræður bara, ég er ekkert forsetin, þú veist, það er rosa lítið, hann kemur aðeins að því og eitthvað svona og taka á móti fólki og passa sig að stuða mjög lítið og þá er maður veltaði fyrir sig hvort að þetta sé hitt sé ekki svolítið ferskur svona og kannski eins og ég sagði með Steinu og hún sé svona, þú veist, ferskast svona andvarin í þessu. Hún í þessu liði. Já, en hún kemur svona, þú veist, það er svona Eiríkur, mér finnst hitt bara meira svona ekta svona kallavald, eitthvað svona kallar taka sig eitthvað svona, ég ætla bara að gera þetta, mér finnst það er það sem ég finnst. Mér finnst hennar afstaða, kannski hún bara því hún feminskari eitthvað neginn, þó hún sé ekki, hún er ekki upplýst, hún er svona öðruvísi því líka, að það er öðruvísi sem að hún presenterar þetta heldur en þeir. Þeir kom alltaf einhvern veginn hvað þeir ætla, þú veist, Ástór ætla bara, það er friður í heiminum, ég ætla að kalla í Pútín, það er alltaf eitthvað svo stórt, eitthvað svona og eins og það hafi ekki talað við neitt sko. Nei, þetta er svona klassíski spurði Eirík að því kallakallar, sko, hvort hann talaði við ykkur því að við upplifðum svolítið að hann hefði bara farið og hugsað sinn gang og komið svo fram, ég er búin að sjá það hvernig Íslands samfélag ætti að vera og þetta verður cirka svona og þeir getur kosið með þið viljið það þannig að þetta er svolítið svona þetta er bara svona klassískt, þú veist, Móses fyrir á fjalli og tala um Guð og segir svo bara líðinu hvernig þetta á að vera og það er mjög kallalegt. Móses var þetta alveg frábær leiðtogi því að þegar hafið klofnar og hann stendur og hann segir komið með mér yfir og það eru bara þvernýft sjór sikkurum megin og fiskar að sprikla þarna og hann fer og fólki eldir hann þetta er ótrúlegur Þetta er alveg leiðtogi það tekur sénsinn Já, en ástæðulega, þetta með að það koma fram og það er eiginlega Viktor og það er Eiríkur og það er Steina og það er Arnar og sumiliti Ástór sem að stilla sig svolítið upp á móti kerfinu sem við höfum og það er náttúrulega ekki tilviljun það gerist því að við sjáum það alveg annars staðar að það er ekki mikil trú Íslendinga á þjóðþingið, á ríkisstjórnina, á stjórnmálaflokkana þannig að einhver leiti er þetta fólk að svara einhverju, þetta er ekki bara þeir fóru ekki upp á fjallið sko. Nei. Þetta er líka Nei. Þannig að Já, mér fannst allavega svona kannski eftirminnilegast ef við tölum aftur kappræðunar, það er svona það sem ég mest búin að fylgjast að fylgdist svona mest með það sem ég sá svona eins og Viktor til dæmis bara í fyrsta skipti að mér fannst mjög flott þegar hann sagði, þú veist að þegar hann fór að tala um það að hann að það væri náttúrulega partur af Íslandingum sem að væri ekki með neitt fulltrúa á Alþingi því að þeir sem að hann flokkun sem hann kaus fær hvað minna en hvað er 5% það ekki þá bara fær hann enga fulltrúa og mér fannst það eiginlega að vera svona hvað best sem að allan ég tók út úr þessum kappræðum sem væri svona hvað nauðsynlegast kannski veit ég að breyta ef það er alveg auðvitað þú hugsar það að vera með við erum með þú veist fulltrúa við erum að kjósa okkur fulltrúa og þá er svolítið skrítið að það sé hluti af Íslandi sem að er ekki með neitt fulltrúa þú veist og ásvo einhvern veginn að treysta einmitt á þetta fólk sem að kausa ekki að ég fattiði mig Sólstæðarflokkur var með 4,1% fylgi í síðustu kosningum hefði náð þingmann inn í Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, Færeyjum, Grænlandi, allstaðnum á Íslandi með þetta fylgi. Mesti munurinn var 2013 þar sem að voru held ég 8 þingmenn að lágmarki sem að voru utan þings flokkur heimilana hefði náð lýðræðisvaktin með þess að Hægri grænir hefði náð inn í flestum nágrannlöndum okkar
og þetta fólk fær ekki fulltrúin á þing og algjör eyðilegging á þinginu 2013 því að þarna var möguleiki að ná svolítið svona stjórnmálagerjun eftirhrunsáruna inn í þingsali en það var bara náðist ekki. Og svo margir, það dreifðist svo. Já, það dreifðist svo mikið þannig að Píratar var það ekki líka regnboginn var með minnst að þessu þingi sko, ég held að þeir hefur kannski náð inn í Hollandi. Þetta voru mjög margir flokkar. Ég spurði Viggo á þessu, byrju en ekki lausnin bara afnema hana 5% þorskuld og þá sagði hann, forsetinn hefur ekkert valdið þess. En hann gæti neitað að skrifa undir lög nema að það væri viðbættur meirihluti á þingi að teknu tilliti til þess að þeir sem ekki ættu sér fulltrúin á þinginu væri raunverulega á móti viðkomandi máli. Það var hans hugmynd. Mér finnst þetta mjög góð, þú veist þetta upplifðu þú og þegar maður upplifðu þetta óréttlæti sem að hefur alltaf verið, þú veist, við þegar ég er rétt, það er meira efri deild og neðri deild í íslenska þinginu á sínu tíma þegar ég er svona alast upp og þú veist, í rauninni helmingaskiptin eru mjög skýr og þú veist, Hallinn, þú veist, Kristinn H. Gunnarsson kemur á þing með 200 atkvæða Vestfjörðum, sko. Meðan einhver Reykvíkingur var sko með 2000 á bakvið sig, sko. Og það gerist en þetta bara 90 eða hvað, 91 ég held að Kristinn hafa komið inn með svona ótrúlega fá atkvæði og þetta hefur verið þessi, þú veist, en svo er öðrum ítt alveg út, skilur, sem eru kannski með mörg þúsund atkvæði og er ekki með einn þingmann og og þetta eru þetta það að þú sjáir þetta og þú veist, þú bara vola þetta skrítið en hvað er þetta? Þú veist, þetta eru þetta vald, menn vita að það hentar þeim sem eru alltaf í kringu 20% og hentar það mjög vel að þú sért ekki á þingi, skilur, flokkurinn þinn eða flokkurinn þinn. Það hentar þetta mjög vel. Við þurfum að ræða kjördæmaskipanina við eldhúsborðið næst. Já. Af því þá fyrst verður brjáluð. Þegar þú heyrir. Ég veit ekki, ég kann að tala. Ég bara tala um úthlutun þingsæta og það, sko. Ég er ekki að tala um skipanina. Nei, ég er að tala um úthlutunina því að hún við rættum það samt í síðustu kosningum, sko, þannig að ég veit alveg hversu galið það er. Þú man alveg eftir því, þá er þeirra Helga var að fara á þing og það eru, þú veist, það eru þúsundur atkvæða sem og þá vantar, skilur, og þó eru aðrir með 2 fulltrúa sem eru bara með jafnmörg atkvæði. Það er þannig að ég veit allt um það, sko, ég er búin að heyra þetta. Og líka reyndar opnuðust augu margra þarna út af talningaruglinu í Borgarnesi, þá er allt í nú sem hringleikja fór í gang. En Bjarni Ben, hann vill breyta kjördæmaskipaninni, hann vill fjölga kjördæmum og fækka þingmönnum í hverju kjördæmi af því að honum leiðist að þurfa að mynda 3 flokka ríkisstjórnir og til að vera meiri möguleikar á því að við hefðum bara 2 flokka alltaf. Já, það væri kannski bara 2-3 þingmenn í hverju kjördæmi. Bara svona svo í Bretlandi eða svona. Já, þannig að þá myndi það leiða til þess að það væri hærri þröskuldur í hverju kjördæmi að ná kjördæmamanni inn. Já. Og þar að leiðandi myndi atkvæðin. Það er bara 1 flokkur í ríkisstjórn. Já, svipað er í Bretlandi, það sem er einmenniskjördæmi, það sem að flokkur getur fengið 40% og náð kannski 60% þingmanna. Það er bara út í hött. Og það er auðvitað bara andlýðræðislegt og menn eru allir, það er allir að tala um í Bretlandi, þá talar fólk um að þetta í rauninni, fólk talar um þetta, þeir sem eru með, sko, með fullu vitiðar, en vandinn er bara svo erfitt að breyta því þegar það er alltaf flokkunni sem með 20% er þar með 40% eða, þú veist, fær miklu meira, þá hefur hann alltaf hann vill aldrei breyta. Hann vill ekki breyta, sko. Gríklandi fær sá sem er efstur, hann fær 50 þingmenn í bónus. Nákvæmlega. Það er alveg svakalegt, en það er alveg agalegt. Herðu, Baldur byrjaði vel og hefur svolítið síið. Haldið að ef að hugmyndin er svo svona þetta sé kannski í keppni verður milli Katrín og einhvers annars að þegar að Halla Hrund rís upp að þá að svo eða öllu heldur getur sagt að Baldur komist ekki hærri en ákveðið af því að hann er samkynhneigður. Ég myndi ekki afskrifa hann alveg strax. Það er ennþá það langt til kosninga og við fengum fyrstu kappræður á föstudaginn var. Þetta hefur verið svona 1 og 1 viðtal þannig að ég er ekki alveg viss að við að afskrifa hann strax. Mér finnst það fínn í kappræðum, eða ekki? Hann var svona sjálfsörgur og mér finnst hann að vera fínn í þessari kosningabaráttu. Það finnst mér líka. Hann er rosa vel undirbúinn og virðist vera bara sjálfströst og svona spirit í honum. Já.
hann átti nokkra mjög góða spretti en sko ég og ég sko ég ekki viss að Halla-Hrund haldi þessu alveg út ég ekki endilega viss það Guðni var auðvitað með sko 60% á sama tíma síðast og náði að landa 44 já þú veist hann segir niður rúmlega 20% að síðustu 2 vikunum sko Ólafur Ragnar byrjaði með 61 held ég og landaði eitthvað svipað 44 með eitthvað já þannig að ég held að við munum sjá rosa mikla hreyfingu í dag í einhverju könnun að þá voru í rauninni Katrín og Baldur mjög svipuðu róli það ekki marktækur munur á milli þeirra hann var í síðustu konun líka þannig að hann virðist hafa aðeins hækka núna bara á síðustu dögum þú veist, það getur allt gerst og það líka skemmtilegt fyrir svona nörda Ég held að þetta, sko, greining mín á þessu að mér, sko, í rauninni ég held að Halla græða á því að vera sem minnst Halla-Hrund, að vera sem minnst í svona með öðrum í þessu kappræðu fórhóli að því að hún er ekki held ég sjónvarpsvön og hinn og erindið hennar er ekki jafn skýrt það svona, þessna held ég að það sé taktískt myndi ég reyna ef ég væri að vinna nú ætla ég bara að vera pínu harður en samt sem áður, það bara pínu raunsæi hjá mér að það, þú veist, að fólk sé að tala hana en hún sé ekki mjög víða að því hún skoraði greinilega ekki því það var ekki mitt mat, það var bara allir sem að tóku, hún var ekki nefnd svona og fólki fannst hann var stressuð og komið þetta strax hún var náttúrulega stressuð já, og það er skiljanlegt en ég held að hún skilur þegar að fólk í rauninni, þú veist, það vissi enginn hverjum var í rauninni, það var eitthvað eitt myndband og ætla að kjósa hana skilur, og þessna bara gott að halda því þannig þessna hefði hún í rauninni, hún þarf eiginlega þetta eiginlega kannski, eins og Helga var að segja það er of langt í kosningar Hvernig ætlar að koma inn í allar þessar vikur og hún á bara að vera eins og svona vorið, eins og svona eitthvað sem gæti orðið en hún má ekki segja neitt þú varst að segja hún er óljóst í erindinnar þarf hún ekki bara að koma sér upp í erindi í kosningunum? Ég er ekki viss um það því það og það var líka með Guðni það var alltaf verið að gera Guðna einhverju sem að var ekki og það var leið og það, eins og Ásta lýsti hérna áðan með þetta óeinlagnina því ég sá bara Guðni stífna alltaf meira og meira upp í kosningabaráttunni sko. Eftir því nær dró og þá voru svona myndir á hann sem voru uppi þessi með Guðni myndi aldrei taka svona mynd held ég hann og Elís eitthvað vatn eitthvað svona mjög sérstakt og þetta er svona þegar auglýsingarstofurnar taka yfir og alltaf gera við ætlum að láta, þú veist það er frægt aðeins með Mogens Glistrup í Danmörku hann kom frá Bornholm og talaði þeir sem þekkja vita Bornholmska er ekki fallegasti díalektin í Danmörku þó hann sé bara fallegur fyrir Bornholmara en hann var í Kaupmannahafnarháskóla var skattafræðingur og hann var alltaf að reyna að tala og þau voru að reyna að gera eitthvað sjónvarpsþátt með hann og það gekk eitthvað illa og hann var alltaf að reyna að vera, þú veist, svona að tala svona flott mál, vera eitthvað annað svo fóru þeir á krá og þeir fengu sér 2-3 bjóra og kvikmyndakrúa með og bara tala við hann og þá bara slefti hann svona og bara fór hann að tala bara eins og hann talaði og þá sögðu þau bara, ertu nákvæmlega svona og Mogens Glistrup, þið vitið alveg sagan er það, hann varð bara mjög stór stjarna en alltaf hræðileg pólitík ég er ekkert að fagna þín það er þetta sem að ég held að einlægnin sem ekki leika eitthvað annað en sem það er náttúrulega það sem er kannski óbærilegt við þessu kosningar ef við tölum það er að maður að horfa á fólk leika eitthvað hlutverk sem á að vera forseti sem er svo raunverulega hundleiðilegt eitthvað svona sameiningatákn sem að þýðir það að þú styggir engan einhvern veginn þú talar svo loðið allt að það skilur þig nú enginn En það er kannski bara líka verið að spyrja einhverja spurningar sem að kannski forsetinn á bara ekkert vera að svara eða þú veist, ef maður pælir í því ég meina ég veit það ekki, ég veit það ekki nei, ég bara, þetta er bara svona pæling sko, að þú veist, á forsetinn að hafa jú, ég meina skoðun, hann á að hafa skoðun
Ég talaði við frambjóðunar og ég talaði líka við alla frambjóðunar sem vildu vera biskup og ég nýtti tækifærið og þá talaði bara við fólk sem eru áhuga á samfélaginu og notaði samtalið til þess að tala bara samfélagið, hvað að í samfélaginu, hvað getum hægt að betra, hversuna þetta svona hjá okkur og mér finnst þetta var bara áhugavert. Það ávert sko. Já, en það mér finnst það ekki ná inn í þessar umræður. Nei. Það svolítið gengi út frá því að hér sé allt í lagi. Við höfum að gangast inn í það, af því að okkur þurfa að fórstu yfir eitthvað að. Þannig að allir þurfa að mæra svolítið eins og það sé allt svo frábært hjá okkur. Og ég held að það sé bara erfiður staður og svo allir að leika samningatáknið. Já. Þess vegna er kannski svona gaman að hafa þau 3, 4, 5 sem eru bara ekkert í því. Það var mjög skemmtilegt í síðustu kosningabaráttu, þá var skemmtilegasta kryddið var Elisabeth Jökulsdóttir sko. Hún var skemmtilegt krydd af því að hún kom með marga frábæra punkta og það lífgaði upp á því að það voru allir einhvern veginn, það er allt undir hjá fólki líka. Þetta er svo, maður finnur alveg, það er allir hérna. Svo stu þetta með Davíð sem var auðvitað bara sorglegt og hérna öll þessi allt í kringum það og allir með allt undir og einhvern veginn og leika eitthvað og svo kemur bara Elisabeth og svona halla sér fram og segir bara þetta er óbærilegt eða eitthvað, þú veist, þessi staða hérna þetta er óbærilegt að hlusta á þetta eða rosalega vel sagt hjá þér einhvern svona rósa fólki bara svona random í ykkur umræðu eins og Steina hefur verið að gera líka rósa fólki og greina stöðu ég kann vel við það en hitt er alveg rétt hjá þér þetta er Steina hefur verið nefnt hérna oftar heldur en flestir og þá er spurningin hérna þegar við verum að akkur þú varst að reyna að ráða í það akkur gengur öllur hund svona vel akkur gengur Steinu svona illa að laða til sín atkvæði hún er mjög umdeild Steinu hún er bara, þú veist, og það eru þetta þeir sem eru hræddir og hún hefur náttúrulega farið oft gegn valdinu og talað mikið og ég man líka bara alveg svo þegar Andri Snær var í þessu sem er nú miklu í rauninni minna umdeildur þannig séð sko að þá kom maður að tala það er svona fólk hérna sem er svona ráðandi fólk í samfélaginu í alls konar lög nei það verður aldrei það er bara við pössum upp á það verður að vera ykkur stofuhæfur já. Sem er svolítið sorglegt stúren því að auðvitað eftir kosningarnar snúast það að sko að þjóðin fengi forsetann á móti þessum sem er alltaf að segja okkur hvernig Já, þjóðin, já, en ég menna þetta fólk hérna sem að tala svona eru þetta hluta þjóðinni Þetta fólk fekk að senda fulltrúa í Eurovision í gær Já Það er ekki alltaf Það er bara þannig Voruð við á Eurovision? Nei Herðu, hvað er þetta körfuboltanum? Það er bara sumafrí hjá mér núna allavega En já En annars bara úrslitakeppni og við erum að horfa á alls konar lið Kallarnir í Valir allan þeir eru ennþá að spila þannig að vorum að leika í gær, það var mjög gaman Fasteignafélagið Já Fasteignafélagið, þið syngjum það sjálf Já Það er allan eitt af það sem Val núna, það er fasteignafélag en það er fasteignafélag fyrir hvernig og kallalið þá ekki bara kallalið. Já, það er jafnrétt inn í... Já, það er svona, já. Þetta er... Já. Og eru með kvenna og kallalið í efstu deild í öllum 3 boltaíþróttagreinunum. Þú spilar ekki í körfubolta, það? Nei, það gerði hún ekki. Þú hefur verið settur í körfubolta. Jó, ég var fyrstu svona þangað ég á 12 ára, þá fór ég í vitleysuna og hérna misti svolítið, en ég fór aftur inn í það svona sem gamall maður. Þannig að Ásta Júlí er að lifa þína drauma. Já. Og Arnaldur. Arnaldur líka, já. Þau lifa okkar drauma. Þú finnur þau fyrir því? Nei. Það er ekki svona á síðkvöldum að ef ég hefði ekki farið út í óregluna alltaf 12 ára, þá hefði ég verið. Ég held að sé eiginlega stærri draumur bara að við séum í körfubolta heldur en nokkuð til mann hann sjálfur, sko. Þú veist, ég held að skipti hann miklu meira máli, sko, að horfa okkur í þessu bara. Já, það er ekki, ég lifið þetta ekkert í gegnum, þau eru bara við. En ertu búin að vera á hliðarlínunni síðan að hún var lítil stúlka? Já, alveg. Og við bæði. Ja, og hefðan sig á hliðarlínunni. Það er mikið talað hérna foreldravandamál í íþróttum. Þau voru aldrei eitthvað, sko, jú, ok, jú, ekki eitthvað þegar maður er lítill, það var aldrei eitthvað svona vera, þú
þú veist, á hvernig minniboltamótum eins og maður sér núna, sko, en ég man vel eftir það pabbi, einhvern tímann, sko, voru ekki í Makedóníu? Jú. Við vorum í landsliðsferð að ég var að spila með U18 held ég og ég fekk tæknivillu, með þess að villa sem að fyrir það að ég fekk þess að villa á mig og ég kastaði boltanum svona aðeins of langt frá dómarunum þegar ég var að senda á hann og þá fekk ég tæknivillu og þá var villa númer 5 hjá mér og fyrir þá sem veit ég körfuboltareglur að þá má ég ekki spila meira, það er rauninni bara eins og rautt spjald nema það hefur kannski ekki eins mikla afleiðingar, þú veist, þannig þá má ég ekki spila meira í leiknum og pabbi var svo brjálar, hann barði hendinni í stúkuna og hann var bara, þú veist, slasaður í langan tíma eftir það. Já, en ég landengan eða Nei, ekki aldrei svoleiðis. Nei, en þetta var samt, ég er mjög heitur. Þetta var stjórnlaust óréttlæti sem dóttiðin var fyrir. Já, hún var fyrir þetta var stjórnlaust, hún var því þessi stelpa hérna, það er bara því sem þekkja hana, hún fær aldrei tæknivillur. Nei. Ég heldur hún að fengi 2 ævina, sko, þetta og báðar bara vitleysa. Já. Af því hún er prúð. Ég er mjög prúð. Hún er prúðar. Nei, maður. En hitin við kvöldverðarborðið, er það meiri í íþróttunum heldur en í pólitíkinni? Já, miklu meiri. En þar það sem eitthvað skiptir raunverulega máli. Já, við erum samt svo rosalega sammála yfirleitt alltaf allt, þá líka körfubolta. Og þannig að þetta verður ekki mikil hiti, sko, þú veist, að móti hvert öðru, en kannski hiti yfir einhverju utanakomandi, kannski, þar sem við erum sammála eitthvað óréttlæti, þá annarkvort í körfuboltanum eða í pólitíkinni, sko. Það er svona samfélagslega réttsýn, eða ekki? Jú, mjög. Og þetta líka íþróttaréttsýn við þetta höldum okkar Vali, eins og ég segja. Ég heldur með Þrótti Vogum í vetur. Já. Við haldum með Káur líka. Við haldum með Káur, hún kemur náttúrulega Káur. Kemur upp á Káur og spilaði með Vali. Já, það er ótrúlegt. Káur voru ekki... Ég mætti nú bara svona góð saga. Að því ég byrjaði körfubolta í Káur, því ég verið á Vesturbænum, sko. Og ég byrjaði bara út af vinkonum minn og allra æfa. Og svo fekk ég sko svona Vals fótboltatreyju í afmælisgjöf, mér langaði mjög mikið í hana þannig að ég mætti bara henni á æfingar sko, bara Vals treyjunni á káuræfingar og var alveg bara, ég var ekki káuringur þarna sko, en svo þetta var ég alltaf káuringur líka, en valsari í blóðunni sko. Herðu, takk fyrir að koma hingað, Helga Vala, Ásta Júlía og Grímur. Takk. Og gefa okkur sýni svona af hvernig rættum samfélagsmál heima í ykkur. Við þakkum fjölskyldunni og öllum gestunum sem að hinga komið í kvöld. Kærlega fyrir komuna. Ég þakka Birni Þorláks fyrir hjálpina við að halda úti viðtölum kvöldsins og Pétri og Laufeyju fyrir að taka upp og dreifa og ykkur sem að hafi staldra hérna við og hlustað og breytt þessu samtali okkar í galdur sem að er fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur, eins og ég hef bent á áður, með því að segja vinum og vandamönnum frá efni og samstöðun sem ykkur líkar, þannig styrkist samstöðin, þannig styrkist dreifikerfið okkar, verður langdrægnara. Þið getið bent á að efnið okkar má finna á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpssveitum, í útvarpinu 89,1 á höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpssendingar í spilarann og hlusta á samstöðuna hvað sem er í heiminum. Annars vera netinu, spilari.is eða með því að hlaða spilarannu niður í síman og þá er hægt að hlusta á samstöðuna á reyndar allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem er. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman, þar er númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinum upp á efnið frá samstöðunni 24 tíma sólring, 7 daga vikunar, allan ásins ring, samfélagsumræði við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Þið sem að viljið efla samstöðun enn frekar, geti gerst áskrifundur, það eru þeir sem eru lykillinn að því að samstöðun hefur náð að styrkjast og eflast á undanförnum mánuðum og misserum. Þið farið þá inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þið getið skráð okkur fyrir 2500 krónum. Það er grunn áskriftin, þið megi borga meirið þið viljið og þeir sem að kjósið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum þeim kærlega fyrir. Það er uppstilningadagur á morgun, það er frídagur, við ætlum að ekki hafa rauðaborðið þá. Við munum endur sína gott efni hér allan morgundaginn. Ég verð hér næst á föstudaginn, þá er vikuskammtur klukkan 16, klukkan 4 síðdegis, þá koma hingað í stúdíóið 4 einstaklingar
sem að munu fjalla frétti vikunar. Reynslan svo að spjallið í vikuskamti verður líflegt og fjörugt, hvernig til að fylgjast með því. En segi bara góða nótt og hafið það gott á morgun. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.